Vængurinn sýndur á teikningunni þannig að þetta hérna rifið og framan á það límdur kubbur sem 12 x 12 og þá ofan á neðri glæninguna hérna. Síðan hann formaður eftir línunni á rifinu sjálfu og klæðningin síðan sett þar ofan á. Þetta finnst mér ekki góð aðferð, aðalega vegna þess að þessi samsetning hér, hún kemur til með að sjást. Það verður alltaf brún hérna og þetta getur losnað upp. Svo erfitt að forma svona stóran kubb sem límdur framan á rifin. Það verður alltaf til þess að maður brýtur þessi rif. Hérna sést hvað það sem við ætlum að gera. Hérna rifið og þetta neðra skinnið hérna. Það sem við ætlum að setja framan á rifin 3 mm balsaviður. Þannig að hérna kemur 3 mm í staðinn fyrir þessa 12 mm kubb. Þá auðvelt og þægilegt að forma þessa frambrún niður að rifinu. Næst límum við efra skinnið á hérna og sögum það af við þennan 3 mm, þessa 3 mm plötu hérna framan á. Og við gerum það sama við neðra skinnið sem var hér. Við tökum það bara í flútti við þennan 3 mm kubb. Síðan tökum við 10 mm kubb hérna og límum hann framan á þennan hérna. Þá fáum við límingu bæði á þennan 3 mm og á skinnin bæði. Og þessi límingu verður gríðarsterk. Svo formum við bara frambrúnina út úr þessum 10 mm kubbi. Það auðvelt vegna þess að þessi samlíking svo sterk og við erum komið með skinnið bæði ofan og neðan. Og þarna höfum við þá frambrúnina á vægnum. Hérna ég komin með 3 mm balsa sem samkvæmt þessum breytingum sem ég ætla að gera kemur hér. Og það ágætt að pinna hann bara niður og líma síðan með svona þunnu sélími. Nú þetta orðið fast og ég get tekið pinnuna úr. Það sem þarf að gera næst að fá þennan boga til þess að halda áfram niður á þennan 3 mm balsa. Og það best gert með balsahefli. Nú ætlum við að loka vægnum
hérna á ofan, en þá eitt sem er dálítið rosalega mikilvægt og það að taka alla pinna sem eru hérna og myndu festast og ekki vera aðgengilegir ef við límum þetta yfir á. Þið megið spyrja mig hvers vegna ég veit þetta. Á meðan frambrúnin að þorna, þá getum við límt miðjuna á hér. Jæja, þá það að rifja ræmurnar sem koma hérna ofan á og þær fara allar á mitt rifið nema þessi hér, þessi ysta. Þar kemur ræman akkurat á rifið öðru megin og stendur út alveg hinn megin. Þannig nú ætla ég að setja það á hér og þá vængurinn langt kominn. Þá límið orðið hart og við getum losað vænginn upp af borðinu.
það eru enn nokkrir pinnar sem halda vængnum niðri, aðalega hérna við bitann. Og á meðan þeir gera það, þá er ágætt að nota tækifærið og renna sandpapír aðeins yfir vænginn. Ég ætla að nota svona kubb og grófan sandpapír. Þessi er P80 og ég ætla rétt að koma við hann. Það má alls ekki pússa á mikið af því þetta er svo þunnur balsi, við erum komin í gegnum hann undir eins. Hérna er ég með 10 mm frambrún sem ég ætla að setja hérna á. En áður en ég get gert það, þá verð ég að skera frá þennan balsa sem stendur hérna framan af. Þá er þessi líming orðin þurr og við getum tekið teygjurnar og pinnana úr. Nú ætlum við að ná niður frambrúninni. Við getum séð á teikningunni nokkurn veginn hvernig það á að líta út. Það fyrsta sem við gerum náttúrulega er að saga það sem út af stendur burtu og pússa það, og síðan ætlum við að hefla. Og hérna er eitt merkilegasta verkfæri sem ég á og eitt af mínum uppáhalds. Þetta er balsahefill. Ég skal setja tilvísun í skýringarnar það hvar maður getur fengið svona balsahefill.
til þess að hefla þetta þá held ég á heflinum þannig að hann myndi 45 gráðu horn bæði svona og svona, þannig að hann á ská á 2 vegu. Þá sker hann þetta mjög vel. Það tekur náttúrulega bara smávegis af og við viljum byrja þannig og blaðið sker mikið betur heldur en annars. Nú erum við komin alveg upp að balsaklæðningunni hérna og þessi skáflötur hérna, hann svona heldur áfram í beina línu frá henni. Nú þurfum við að byrja aftur á frambrúninni og taka hana niður þannig að við fáum svona rúnning í nokkrum skrefum. Þetta farið að líta út voðalega mikið eins og frambrún. Þannig að nú skulum við taka að neðan. Nú erum við búin að hefla þetta og þetta farið að líta út ansi vel. Þannig að næsta skref að pússa og við byrjum með grófum 80 pappír. Kannski ágætt að þetta undir. Og nú ger ég þannig ég renni sandpapírnum fram og tilbaka til þess að ná niður límlínunni hérna og hún fer nú mjög hratt og ég velti þessu hérna fram á. Kannski best að hafa þetta á borðbrúninni svona, þá þarf ég að færa myndavélina til þess að gera þetta. Hérna ég með mjög athyglisverðan hlut. Þetta sandpapír í rauninni, net, og þetta festist hér á þennan kubb. Kubburinn mjúkur, þannig að maður getur böglað hann til. Og ég með 120 og ætla að nota þetta til þess að laga frambrúnina betur. Og svo að lokum ég með hérna 240 frekar fínn og ég velti honum bara svona, brýt hann bara svona saman og nota hann lausan í hendinni.
Það er einn bútur í viðbót sem við eigum eftir að líma á vanginn, síðasta límingin fyrir þennan vang. Það er vangendinn hérna. Hann er búinn til úr 25 mm kubbi sem er sagaður í þríhyrning, svona. Þessa kubba er hægt að kaupa og þetta er sem sagt 25 og 25 og svo í þríhyrning hérna. Þá er komið að síðustu handtökunum við þennan væng. Það er að segja að við þurfum að pússa niður, hefla og pússa niður þennan væng enda. Það er hugsanlega líka hægt að tálga eitthvað af honum með hníf til þess að vera sneggri. Við skulum sjá. Nú ætla ég að pússa þetta aðeins hérna með grófum pappír, en til þess að pappírinn éti nú ekki allan vanginn hérna fyrir innan, þá hef ég hann bara svona á kubbnum. Kubburinn er svo til stéttur, þetta er eldgamall pappír hérna undir, og ég nota bara þennan part af kubbnum og þá fæ ég beina línu hérna. Athugið hvernig vangendinn hefur fengið á sig þetta lag hérna alveg sjálfkrafa, vegna þess að hann er skáskorinn hérna undir, að þá fáum við hérna út sama boga og er á rifinu. Nú ætla ég að pússa hérna mjög varlega með 240 pappír og þegar að það er komið
þá er þessi vængur tilbúinn. Svona. Þá er bara eftir að smíða hinn vænginn og ég ætla nú ekki að kvikmynda það allt saman, en þegar að hann er tilbúinn þá kem ég aftur.